Hæ, ég heiti Viktoría. Ég iðnaðarverkfræðingur og hef starfað í svona stöðumbótum í yfir 10 ár og í dag langar maður aðeins að fara yfir hvað þetta A3 er. Nú, hvenær er hægt að nota A3? Það er hægt að nota A3 í stefnumótun. Þannig að fyrirtæki setur stefnuna og svo eru hvert og ein deild sem hugsa okkur hvernig hef ég áhrif á það og gera A3 fyrir það. Mörg lín fyrirtæki sem gera það. Það er hægt að nota til að stýra verkefnum, til að vera í vandamálagreiningum og halda þannig stöðu. En þetta er bara tól. Það er lykilatriði hérna. Ég var einu sinni að kenna þetta og það kom starfsmaður til mín sem var alveg hrikalegur, hann var alltaf með verkefnin sín sein og hann sagði mér, veitir, þetta er svo geggjað tól, bara öll verkefnin mín eiga eftir að verða á réttum tíma eftir þetta. En hvað gerðist? Þau voru ekki allar réttum tíma eftir þetta, vegna þess að A3 er bara tól. Og annað sem mér finnst líka með A3, mér finnst það ekki endilega henta fyrir ykkur risa verkefni. Þannig að núna þegar þið eru búin að læra A3 þá verður þið samt að vita að það hentar ekki á allt. Maður verður alltaf að hugsa, er þetta að hjálpa mér eða ekki? En mér finnst gott að nota A3 fyrir svona millistór verkefni og fyrir vandamál sem eru lítil og ég þarf að bora mig niður. Þetta er líka gott vegna þess að þarna kemur maður fólki saman og er að ræða hlutina. En það sem skiptir mestu máli er bara að byrja að prófa. Þú veist, þið getur verið með template, það sem þið getur downloadað, eða þið getur bara verið með hvítt blað og byrja bara að prófa okkur áfram. Þið hefðu þetta að sjá fyrstu þristana mína, þeir voru hræðilegir og þeir voru allir bara skrifaðir, það voru enga myndir eða neitt svoleiðis. En það skiptir ekki máli, maður lærir af því. Annars svona tipp sem er gott að hafa í huga með A3 er að ekki hafa bara skrifaðan texta. Ég hef séð þrista sem voru í Word, þeir voru með 3 punkta letri. Og þegar það er orðið svoleiðis þá er þristurinn ekki að hjálpa mann að sjá. Þannig að notið gröf, notið myndir þegar þið getið og hafi letri þannig að það sé auðvelt að lesa þetta. Það er markmið. Annað sem ég veist mikilvægt. Ekki hafa eitthvað gögn eða eitthvað sem skiptir engu máli fyrir þristin. Ég sé oft þegar fólk kemur til mín og er að biðja mig að rýna þrista og ég spurði af hverju ertu með þessa mælingar eða af hverju ertu með þetta graf og það segir við mig þetta var svo ótrúlega þægilt að ná þetta, við eigum þessar mælingar en eru kannski ekki með mælingarnar sem eru nauðsynlegar fyrir verkefnið eða vandamálið. Þannig að ekki gera það vegna þess að þá eru þið bara klöttir að þristin ykkar. Hvar eru þeir geymdir er önnur spurning sem ég mjög oft spurð. Nú stundum vill fólk hafa það handskrifaða og það er bara besta mál og mér finnst persónulega mín þrista bara vera besti þannig en ég reyni að hafa á þannig að verkefnið eða vandamálarannsókn hópurinn sem kemur að þessu verkefni sjá þetta. Þannig ef þetta er tengingu við töflu þá hef ég þristanum mína þar þannig að allir sjáu og þetta eru verkefni sem við erum að ganga. Og besta væri ef maður sæi að þristar eru að lokast og mælikvarðar okkar eru að fara upp. Þú veist, við viljum að öll tólin tengist, þetta er ekki eitthvað sem er sett í einn og einn bás. Nú sumir, þeir vilja geyma þristana sína og þá gera það í tölvu og síðan eru þeir vistaðir einhvers staðar. Ég hef séð fólk vistið á einhverju sameiginlegum svæðum, ég hef séð fólk taka mynd af þeim sem eru handskrifaðir. Það eina sem þurfi að gera er bara að hafa skýrt hvernig þið viljið hafa þetta og allir viti hvert eigi að leita af þeim. Það er talað það að velgerður þristur, hann er eins og vel kruppað blað sem er búið að stroka út og skrifa, stroka út og skrifa. Þannig lærir maður með því að maður fær ykkur upplýsingar, maður lagar, maður fær ykkur upplýsingar og lagar, maður er út á gólfi, maður er að fara og leita sér upplýsingum. Þetta er ekki eitthvað sem maður bara gerir og hreinskrifar og svo er það búið. Þetta er vinnuskjal.